Ég þess að ég verði heyrnarlaus sko þegar ég verði nýraður, mamma var það. Þá voru konar svo góð að tala við það, þú veist að lesa það. Þú hittir. Það verður nú að tengja þig við tölvu þá. Já. Sjáðu. Það er stuttið, það er ekki. Jú. Það skapast þig. Jú, ég er bara heldur. Þú er sögðum það. Ég verði. Jæja, komiði sæl og verið velkomin á Hrafnaþing. Á Hrafnaþing í dag ætlar Rannveig Thoroddsen, plöntuvistfræðingur hér hjá Náttúrufræðistofnun, að segja okkur frá rannsókn sem að hún vann að, sem að fólst í að kanna útbreiðslu blátoppu á höfuðborgarsvæðinu, en blátoppa er válista tegund, grastegund, og sem að hefur verið friðlýst frá árinu 2021. Hún ætlar sem sagt að segja okkur hvað fólst í þessari rannsókn og ég ætla að biðja ykkur að skrifa nafn ykkar í gestabókina á meðan hún talar og svo þegar hún er búin þá opnum við fyrir umræður. Gjörðu svo vel. Þakka fyrir María. Já, komið sæl. Ég ætla að fjalla hérna ég vil nú kalla þetta svona lítið verkefni ég kalla hérna útþensla byggðar og við búsvæði blátoppu. Og það er svona ákveðin saga bak við það. Svona áður ég held lengra þá svona aðeins til að ramma þetta af og þá ætla ég aðeins að tala tegundina blátoppu, hvaða tegundi er þetta og svona útbreiðsla hennar bæði á svona heimsvísu og hér á landi. Fara aðeins í bakgrunnin eða forsöguna á því að ég fór í þetta verkefni og þá svona tilgangurinn og markmið með verkefninu, síðan svona framkvæmd fyrst og fremst á vettvangi og svo svona lauslega niðurstöður, það er alveg hægt að vinna meir úr þeim og taka svo saman svona nokkur loka orð með svona vangaveltum skulum við segja. Blátoppan er á latínu Sesleria albicans og þetta er grastegund. Þannig hún lætur ekki mikið yfir sér. Hún er fjölær og hún vex í svona þýfðum toppum eins og við sjáum þarna á annarri myndinni.
og þaðan kemur nafnið, toppurinn og síðan er hún svona aðeins bláleit. Stráin eru sem sagt stinn og í fyrstu eru þau tiltölulega stutt, svona voru til og svo lengjast þau yfir sumarið og verða svona í svona hálfgerðum boga. Ég held ég sjáist ekki í útsendingu, er það nokkuð? Nei, ég er hérna með leikræna tjáningu og bara sést ekki. En allt í lagi, þau er svona, þannig að hún er svolítið auðþekkjanleg, jafnvel þegar hún er komið fram á haustið. Og einmitt að því hún er svona, þessi bogi sem svona nikkar kollið til þín. Smáöxin, það er að segja hver svona, ég veit ekki hvað, og ég íta fast á þetta, Marja, til að fá hennar punkt. Svo bendipunktinn. Já. Er það allt í lagi? Þá bara lýsir þessu. Já. Hvert smáax er í rauninni þar sem við sjáum í þessi blái kollur þarna á myndinni hérna öðrum megin við mig, er sem sagt þá hvert smáax er svona eins og samsvarandi svona blómi, en inn í því eru sem sagt tvö blóm, það er sem sagt svo kallað að vera tvíblóma, þannig að það eru axagnir yst og síðan eru tvö svona blóm innan hverjar axagnar. Og þau sitja í blómskipun sem er þessi þétti puntur og hann er yfirleitt frekar stuttur og hann er svona fjóluleitur eða fjólubláleitur og sérstaklega í fyrstu og sérstaklega þá efri hluti puntsins, af því þetta eru svona frekar himnukendar agnir og síðan þegar svona kemur fram á sumar eða svona síðsumar þá verður hann missa hann þennan svolítið bláma og verður svona ljósmólitur. Og þetta er tegund sem að blómgast tiltölulega snemma, það fer bara svona kannski bráðum að styttast í að hún fara að blómgast, þó hægt sé að það fer svona svolítið eftir árferði og klára sig fyrir eitthvað fljótt. En eins og þessi punturinn stendur áfram. Ættkvíslin, Sessleria, finnst í Evrópu og allt suður til Írans og svo er þarna í Marokko eða norðverði Afríku og hún finnst líka á Kanaríeyjum, en þar er hún sem sagt, innflutt, hún er ekki náttúruleg. Þetta eru 36 tegundir innan ættkvíslarinnar sem eru viðurkenndar og margar þeirra hafa mjög takmarkaða útbreiðslu innan Evrópu. Þetta er oft kannski jafnvel, og í sumar jafnvel einlendar, finnast bara á einu ákveðnu svæði eða í einu landi. Og svo er aðeins mismunandi hvort að þeir séu svona í sunnanverðu álfunni eða hérna víðar. Eða svona dreifðar þessa norðanverðu álfu. Myndin sem er þarna, þetta sýnir í rauninni bara í hvaða löndum hún finnst en ekkert hversu útbreidd hún er í hverju landi. Nú ef við hoppum í sjálfa blátoppuna, Sesslerina albicans, þá er hún af þessum blátoppu tegundum með einna svona víðustu útbreiðsluna innan Sessleria ættkvíslarinnar og finnst í Mið- og Vestur-Evrópu og þar vex hún aðalega í skriðum og klettum og svona í fjalllendi. Það eru samt alveg þekkt dæmi, hún hefur fundist í beikiskógum og í svona grónara landi og jafnvel í deiglendi hef ég fundir heimildir Þannig að þetta sýnir útbreiðsluna þarna sem er græni liturinn er í þeim löndum sem finnst í Evrópu, blátoppan. Rauðasvæði er Holland, þar er hún útdauð, horfin og síðan er þarna svona spurningum hvort að hún sé svona þannig í Úkraínu, hvort að hún sé svona, það er svona óvissa hvort hún sé innlend þar, hvort það seljist innlend þar. Og síðan eins og ég nefndi áðan að hún finnst líka á Kanaríeyjum en þar er hún innflutt. GBIF-myndin hérna, hún sýnir okkur kannski nánar þá punkta sem að hún hefur fundin eða verið skráð á og þá sjáum við svona kannski betur hversu blettótt útbreiðslan hennar er
og strax svona vekur kannski athygli að þetta er svolítið fjallategund, svona þannig í Pýreneafjöllunum og hérna í Ölpunum, en hún hefur samt tiltölulega breitt bil, svona hæðabil, sem finnst á láglendi og svona kannski jafnvel hærra, og hún fer ekkert mjög hátt hér á landi. Hún er svona kannski ekki, ég held að hæsti fundarstaður sé 200 metra hæð yfir sjávarmáli. En þið sjáu þessa bletti og svo eru þarna örfá blettir. Það eru þarna í Svíþjóð, 1 punktur, í þessari mynd var líka punktur í hérna Nýja-Sjálandi, sem ég skal ekkert segja meira hvernig hann er tilkominn, en ég leta hann ekki svona fylgja með. En þeir sjáu svona þessa dreifingu á henni, og það sem mér finnst kannski svona einna sérstakt, að þarna finnst hún til dæmis ekki í Noregi eða nema Svíþjóð bara mjög takmörkuðu leyti. Þessi eini punktur samkvæmt útbreiðslukortinu hérna fjólubláa. Þannig að þetta er svona frekar bleitt. Hér á landi er þetta fyrst og fremst bundið við svona hennar aðalútbreiðslusvæði er hérna á höfuðborgarsvæðinu, eða suðvesturhorninu, og þá fyrst og fremst á höfuðborgarsvæðinu. Hún vex bara svona í þessum toppi sínum, misþétt, stundum er þetta einn og einn toppur, stundum er þetta töluvert margir toppar sem mynda svona nokkuð tegum breiðu, og þetta er yfirleitt í svona frekar rýrum, beitilingsmóum, oft rofið land, og það er gjarnan þessi grágrýtir snullungar innanum. Það er svona þetta dæmigerða svona, hvað ég segja, búsvæði sem elur sér hér á höfuðborgarsvæðinu, en hún finnst líka hér á höfuðborgarsvæðinu í svona grónaralandi, í graslendi, og hún fer líka, þó hún virðist þækja svolítið í þetta blágrýtisvæðin, þá erum við líka að finna hana hérna út í Hraun í Hafnarfirði, og hún er tiltölulega algeng við Helgafell, sem er þá svona móbergið. Hún hefur einnig fundist á mjög takmörkuðu svæði á Suðausturlandi, og þeir sjáu punktana þar, og ég veit ekki hvort að Pavel er að hlusta, en ef hann er að hlusta þá má hann bæta við hér í lok fyrirlestrar, og ég held að það við Tófuhödd þarna, punkturinn lengst, eða austasti punkturinn, þar hefur hún verið skráð aftur, eða endurfundir 2019, en ég held að hún hafi ekki, þetta eru tiltölulega gamlar skráningar þarna við Fagurhólsmýri, en þá aðalega skráð þá að Herði og fleiri við hérna svokallaðan Blesaklett þar. En það er allavega staðfest að hún vex en allavega 2019 held ég við Tófuhorn. Þetta er planta hérna, og kannski bæti við að á Suðausturlandi, og sérstaklega þarna þar sem hún hefur fundist í Fagurhólsmýri, að samkvæmt upplýsingum frá Herði Kristinssyni, að þá vex hún svolítið öðruvís. Hún er í svona eins og kletta svona belti og myndar þétta topp og jafnvel breiður á svona kletta sillum. Þetta er válistaplata og hefur verið skilgreind sem tegund í nokkurri hættu, og búin að vera nokkuð lengi á válistanum sem slík, og hún hefur verið friðuð frá því í nóvember 2021 þegar ný auglýsing friðun aðplantna mosa og fléttna kom inn. Þannig að hún nýtur töluverða verndar. Tilgangurinn, byttu nú við, nú ætla ég aðeins að fá að snúa hérna við. Já, þarna er að snúast við glæru nefnilega. Heyrðu, við förum bara hérna. Tilgangurinn eiginlega svolítið, eða bakgrunnurinn á þessari athugun sem við fórum í, var að það voru að koma hérna á undanförnum árum, voru að koma hérna inn á borð Náttúrufræðistofnunar erindi eða vegna fyrirhugaðra framkvæmda, og þetta voru þá ýmist vera ósk eftir umsögnum vegna framkvæmda, eða jafnvel
að fara hérna í umhverfismat á ákveðnum svæðum hérna í samdi við vegagerð eða byggð eða annað. Og þá, þegar maður er að fara í svona verkefni, þá byrjar maður náttúrulega yfirleitt að leita í þau gögn sem eru til á stofnuninni, fara í vistgerðarkortið, hvaða tegundir eru skráðar á viðkomandi svæði og síðan svona út frá því reynum bara að vinna sér og bæta í þekkingagrunnin með því að fara á svæðið. Og þannig er náttúrulega verið að ofta leitast við að fara fram á verndargildi gróðurs á viðkomandi svæði þar sem að fyrirhugaðar framkvæmdir eru og það voru þarna nokkur svæði þar sem að ljóst var að blátopa hafði fundist í grennd en þetta voru þá kannski gamlar skráningar og maður vissi ekki jafnvel frá 1921, 1924 og jafnvel nýri skráningar sem næri okkar í tíma en oftast skráningar sem ekki voru tengdar með beinum, sem sagt það voru ekki hnýtar á vettvangi. Þannig að það var kannski verið að setja punkt í miðju flórureits, sýna ykkur það hér á eftir, eða tengja við þá ákveðin stað. Þannig að þetta voru þá jafnvel svona frekar, jafnvel mögulega úreltar upplýsingar eða þá í besta falli þá ónákvæmar. Það hafa nokkra rannsóknir verið farið fram hérna, meðal annars innan stofnunarinnar, á svæðum varðandi svona athugun á svæðum þar sem hún vex og með framkvæmdir í huga, eða fyrirhugaðar framkvæmdir í huga. Og þar voru líka nokkra upplýsingar sem ekki höfðu alltaf ratað inn í gagnagrunn og þannig að maður gæti líka leita sér upplýsingar þar, þannig að það var stundu þannig að maður var að fara á staðinn og svona athuga og leita sérstaklega eftir tegundina á þessum svæðum. Nú þetta kostar náttúrulega svolítið tíma frekar en að vera með nýjar upplýsingar og geta bara sagt strax já hún er þar, heldur alltaf þurfa að vera mögulega kannski, já það er best að skoða þetta að því að, þannig að þarna hérna fann maður þessa vöntun á að það þyrfti að uppfæra þessar upplýsingar. Og í fyrri rannsóknum í samdi við svona umhverfismat var alveg ljóst og þeir sita nú hérna tveir kumpanur Guðmundur og Kristbjörn sem að hérna voru meðal annars að skoða útbreiðslunar í sambandi við fyrirhugaðan Arnarnesveg sem að er sko þegar búið að byggja, ekki þriðja áfanga og þeir höfðu meðal annars fundið blátopp á því svæði og þannig að það var ljóst að hún var á svæðinu en svo er það alltaf spurning hvort hún er innan þess svæði sem er raskast. Og í þeir bentu á meðal annars að þenni væri verulega ógnað bæði vegna útþenslubyggðar og ekki síst vegna ágengra tegunda eins og Alaskalúpínu. Nú með þetta í huga töldu við að það væri mjög nauðsynlegt að fara bara í hérna að flýta þessu fyrir og reyna að uppfæra hérna skráningar. Já, þá ætla ég með hérna í bakka. Nú tilgangurinn og markmið þá með þessu var að reyna að leggja mat á útbreiðslu blátoppunar á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega og uppfæra þá fyrirliggjandi upplýsingar eða skráningar úr gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar þannig að þær gæti nýst aðilum til dæmis á sviði náttúruverndar og sviði skipulags og framkvæmda á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við vorum fyrst og fremst að vinna á höfuðborgarsvæðinu. Áhersla var lögð að hérna fara þá á skráða fundastaði blátoppu í þéttbýli og svo var líka gafst tími til að fara aðeins á skráða fundastaði í jaðri höfuðborgarsvæðisins. Það er að segja svo í hraunið í Hafnarfirði og svo við Helgafell og fleiri staði þar. Nú þetta voru svona spurningar sem voru settar fram og það er ekki þar með sagt að öllum hafi verið svarað nákvæmlega en við svona fengið vísbendingu og það er sérst á hversu mörgum skráðum fundastöðum hefur blátoppa horfið, á hversu mörgum skráðum fundastöðum hefur hún viðhaldist, eru margir nýir fundastaðir
og svo kannski þessi spurning útbreiðsla blátoppa að draga saman að aukast og þá í hvers konar búsvæðum eða vistgerðum finnst hún. Við erum þegar náttúrulega búin að nefna svona þetta dæmigerða búsvæði en erum að finna hann á fleiri stöðum. Nú, það var einnig svona vitað náttúrulega þessar helstu ógnir sem sem sagt, byggð, þétting eða útþensla byggðar og svo framleiddar tegundir en það var líka svona skoða hvort það væri eitthvað annað í stöðunni. Þá förum við hérna. Framkvæmdin var þannig að fyrst var farið í gögnin og farið yfir fyrirliggjandi skráningar blátoppunnar úr gagnagrunnum. Einnig voru reynt að leita annarra fyrirliggjandi gagna og það voru þá fyrst og fremst skýrslur sem hafði verið unnar hér á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem voru kannski tegundalistar sem ekki höfðu ratað inn í gagnagrunnin. Nú síðan var farið á skráða fundarstaði blátoppu og kanna hvort þú fannst þar enn og þarna var fyrst og fremst farið á þessa skráningarstaði sem komu beint úr gagnagrunni. Af því þar vorum við þó með punkt þó að hann væri kannski gamall og ónákvæmur. Nú ef blátoppa fannst ekki á viðkomandi fundarstaði þá var það sérstaklega merkt eða gerð athugasemd við það. Síðan var gerð athuga að því hvað olli búsvæðatap hennar. Síðan var náttúrulega með það í huga að hnitin voru ónákvæm. Þá var náttúrulega farið svolítið vítt og breitt svæðið og leitað sérstaklega ef það voru svona búsvæði sem mætti búast við að finna hana í og þau könnuð sérstaklega og skráð ef að þar fannst síðan. Og þar sem hún fannst þá voru þá bæði þessi gömlu skráningarstaðir og nýir ef þeir voru fundust, ef hún fannst skráðir eða hnitaðir. Það var lauslegt mat á fjölda toppa líka. Það er svona var þetta einn toppur eða örfáu toppar eða margir. Þannig bara svona lauslega. Og síðan var skráð í hvers konar búsvæði eða vistgerð blátoppa fannst í og þetta gat verið svolítið flókið vegna þess að vistgerðirnar okkar til dæmis miða svo mikið við náttúrulega vistgerðir en hér svo mikið sambland af alls konar garðagróður og ægir öllu saman. Nú skráningar fóru fram í júlí 2023 og þarna voru við heppin sem stóðum að þessu að fá þýska stúlku, Wiebke Linde Richter, sem sá skráningar á vettvangi. Þannig að þetta má segja þó ég standi hér þá voru þetta fyrst og fremst hennar verkefni að fara á staðinn og finna tegundina. Nú helstu svona niðurstöður, þetta eins og ég segi, þetta fyrst og fremst verið að afla nýrra gagna. Samkvæmt gagnagrunni, þetta þá svona upplýsingarna sem lágu kannski fyrir, var að blátoppa var skráð á tæplega 60 fundarstöðum á 30 svæðum, þetta svona kannski hópar, Kópavogur, Fossvogur, Hafnarfjörður, Hraunin í Garðabæ og svo framvegis. Þannig að þarna tók þetta saman, þannig að þetta voru 57 punktar í rauninni. En á sumum stöðum hafði hún verið skráð oftar en einu sinni, kannski 1921, svo hafði hún aftur verið skráð kannski 2002 eða skráð 1936 eða eitthvað slíkt. Elsta skráningin sem kom úr þessu grunni var frá árinu 1846 og þar var punkturinn Reykjavík. Þannig að sem segir manni kannski ok, hvar það í Reykjavík? Punkturinn var, og þá eins og ég segi, oft tekin einhver svona miðja, þannig að sá punktur var við Klambratún eða á því svæði. Og hún var skráð tvisvar svo aftur nokkru seinna. Ja. Og flestar skráningarnar voru á bilinu frá 1921, það Helgi Jónsson skráði mjög mikið af blátoppi hérna á höfuðborgarsvæðinu frá 1921 og 1924 og síðan tóku aðrir við.
En þetta í flestu tilfellum ekki þá hnitsett nema bara út frá flórureitum eða öðrum staðsendingum. Samkvæmt gagnagrunni voru aðeins 8 skráningar í gagnagrunum eftir 2000. Það sem þú mátt gera svona kannski ráð fyrir að þú sért með hnit með GPS-tæki. Ég sýni ekki á þessu korti til viðbótar eru sem sagt nýlegri skráningar sem að hafa komið þá úr þessum verkefni sem ég var að benda á og hafa ekki enn ratað í gagnagrunnin og eins gott að þau gerir það eftir þennan fyrirlestur. Ég sýni ykkur þær á eftir svona hvar þær eru. Þetta eru svona kannski, ég veit ekki hvað það eru auðvelt að lesa úr þessu, svona framsetningin, en þetta voru 57 punktar sem að hún Vibeke fór í og af þeim fann hún blátöppu í 8 þeirra. Þar sem hún gat bara fara á staðinn í punktin og sagt já, hún hér. Síðan merkti hún sérstaklega við þá 47 punktar sem að hún fannst í rauninni ekki, þannig að þegar hún mætir á svæði þá fer í punktinn, þá ekkert að sjá. Þar aðeins smá fyrirvari að því að þá fer hún náttúrulega stað eins og lög gerir ráð fyrir í framkvæmdalýsingu að hún fer að leita. Hún einhvers staðar í grennd? Eru einhver svæði þar sem að búast má við að finna hana? Og þar voru 17 fundarstaðir. Og þarna ég ekki að tala alveg einstakar skráningar en svona alveg í grennd. Þannig að af þessum 47 þar sem hún fannst ekki nákvæmlega á staðnum að þá fannst hún samt í nágrenninu sem að var bara þokkalega gott og síðan voru 2 staðir þar sem ekki voru heimsóttir og þeir voru við Helgafell og svo við á því svæði. Hér set ég þetta aftur upp. Hér búið að bæta, sjáu gulu punktana. Bláu punktarnir eru þessi gömlu bara úr gagnagrunninum og gulu punktarnir eru þá nýir fundarstaðir, allmargar skráningar og líka þá merkt leiðréttur blái punkturinn ef að hún fannst akkurat í þessi 8 punktar. Þannig að við getum sagt eins og ég seti þetta upp þarna þá eru 8 endurfundir meðal annars þarna út á Seltjarnarnesi eða við Valhúsahæðina. Síðan eru af þessum 17 fundarstöðum þar sem hún fannst í grennd, þó hann hafi ekki fundist á staðnum, þá voru teknir 48 punktar. Þannig misjafnt kannski 1 eða 2, 3, 4 punktar í grennd við gamla skráningarstaðinn. Og þar að auki voru 12 alveg nýir fundarstaðir sem að hún mata svo að þær tilheyrðu ekki gamla punktunum en svona voru þannig yfirleitt eitthvað staðar í nágrenninu eða hún fór á staði sem að henni var líklegt að mætti finna og þar skráði hún þá 32 punkta. Munur þarna á milli að þú kannski með svæði, við segjum bara Varsendahæð og þú setur punkti þar en svo kannski dreifur hún sér og þá tekur hún A, B, C, D. Þannig að það ástæðan fyrir tölunum. Vítu nú við, ég komin, ég held að þessi sé álega 2-föld hérna, þannig við fyrir bara áfram. Þetta eru bara til að taka þetta lauslega saman, þetta bara dæmi. Hér gafst ekki tími til að fara alveg djúpt og taka hvern einasta punkt, þetta bara til að sýna ykkur fljótt þetta eru punktar úr gagnagrunninum þar sem að hún fannst ekki og sjaldnast var eitthvað annað í grennd, þannig að hún var bara eiginlega horfin. Og ég reyndi eftir bestu getu að út frá gömlu loftmetum að áætla í hvers konar búsvæði hún hefði verið þegar hún var skráð eða lauslega og í hvers konar búsvæði punkturinn var í núna. Og ef þið horfið á rökin þarna eða dálkinn sem sýnir virkir og búsvæði 2023 þá sjáum að það ansi víða þéttbýli og annað manngert land, tún, skógrækt, Alaskalúpina. Þetta greinlega þarna hefur
áhrif mannsins eru töluverð á þetta búsvæðina. En þarna tek ég líka svolítið, bara svo að ég sé líka með hafi það í huga, að þetta eru kannski punktar sem eru svolítið þar sem þéttbýlast. Svo þegar við fyrir að nálgast okkur hérna í Urriðaholti og lengra inn í Hafnarfirðina þá breytist þetta aðeins. Hér bara svona gamla loftmyndir sem segir líka svolítið þessa sögu. Hver útþensla byggða og þeir sjáu hana hvar fundarstaðina, til og með þarna í Arnarnesinu. Þar finnst hún ennþá, en þar hefur byggðin þérst, en hún svona tórir ennþá á svona mólendisblettum. Nú þið sjáu punktinn hana náttúrulega við Klambratúnið. Hann náttúrulega alveg horfinn, en eins og ég segi, og sumt mátti maður náttúrulega eiginlega segja sér sjálfur áður en farið var stað. En það var samt farið bara til að geta hakað við, já, þetta úreltur punktur. Þannig að þarna segir manni svolítið svona hvaða hafa náttúrulega orðað þessar miklu breytingar, og þá í rauninni það bara vill svo til að þetta aðal útbreiðslusvæðinar, þannig að henni stendur verið ógn af þessari útþenslu. Ég tók fleiri dæmi líka, svona þar sem hún fannst eða fannst mjög nálægt, og tók þá svona líka svona smá, bara svona dæmi hvernig í hvernig búsvæði fannst hún og hvort hún ennþá í sambærilegu búsvæði. Þarna tiltölulega nýtt nyt 2017 og þetta var skráð af mér sjálfri á sínu tíma, og ég var með Guðmundi Guðjónsssyni sem situr hér í salnum við gróðurrannsóknir þarna á Valhúsahæð og nágrenni. Og þarna hafði hún ekki verið skráð áður á þeim tíma og með svona tiltölulega nýlegt nyt og tekið með GPS-tæki þá gat Vibke gengið bara beint að þessu. Það líka svolítið auðvelt að því þú segir þetta við verki amlóða. Þannig að og vistgerðin sem hún finnst í dag, og á þeim tíma þetta svona grasríkt mólendi eða grasmóvist. Og hún fann svona á bilinu 5 til 10 toppa þannig kringum verkið og aðeins út í grasið. Helstu ógnir sem stafa þessu bletti núna fyrir, ég get nánast gert ráð fyrir því að amlóði sitja á einhverjum blátoppum, en svona annað eru þetta þá svona trjágróður frá nærliggjandi gróðurum, frá görðum, og svo meðal annars þá stafafura sem við svona höfum rætt hér í þessum hópi. Og gæti svona möguleg ágeng tegund. Það ekki mikið af alaskalúpunu akkurat þarna, en hún hefur fundist á holtinu eða á Valhúsahæð, og þarna í kringum 2017 þá var henni haldið í skefjun af garðyrkjufræði stjóra Seltjarnarness. Annað dæmi, þarna var svona dæmi, lítið dæmi að punkturinn sem var í gagnagrunnum, hann þarna þessi blái frá 1921, hann þarna í gagnagrunni og þar hús í dag, og síðan, eins og ég nefndi áðan, ég leitaði líka gagna annars staðar, eins og upplýsingar úr gömlu skýrslum, þannig að þarna vissi ég fyrirfram að væri miklu möguleikar að finna hana af því að hennar getið í skýrslu sem að þeir Guðmundur og Kristbjörn gerðu þegar þeir voru að skrifa Borgarholtið. Þetta einmitt svona dæmigerð svæði þar sem hún vex í. Mjög grágrýtisholt og hnullungar, grasríkt mólendi inn á milli þar sem hún svona dreifir sínu svæðið. Og þarna skráði Vibke hana á 4 stöðum í kringum kirkjuna, og síðan fann hún hana líka í nærliggjandi stöðum þarna, ég get ekki punkt hérna, sjáu hérna efst í horninu og síðan við Sundlaug Kópavogs, og þar var mun þéttari gróður.
Helstu ógnir á þessu svæði fyrir utan byggðina sem svona frekar svona greinleg eru framandi tegundir. Það alaskalúpína og ég vil geta nefna hérna gardamarjustakk þó að hann sé ekki komið með skilgreiningu sem ágeng tegund. Holtið sjálft ætti að vera tiltölulega vel varið fyrir útþenslu byggðar af því það friðað vegna jökulminja. Það síðan spurning hvort að Kópavogsbær reyna að halda lúpínu eða öðrum trjágróðri í skefjun. Þetta eru myndir frá þessum fundarstað. Það annars vegar hérna, þið sjáu kirkjuna, þarna Kópavogskirkju. Og þarna hún í essinu sínu og komin einmitt með þessi stráið orðið langt og punturinn svona móleitur. Hin myndin, þar sem birkikjarr, að þar tekið við sundlaugina og það og þar fannst hún innan birkikjarrið. Og þetta svona, við skulum segja, svona ólíkt því sem ég hef allavega verið að sjá. Ég hef séð það sem hún er í svona smá kjarri en þetta orðið svona frekar þétt og þarna fann hún allnokkra svona toppa. Þannig að þeir eru svona opið rjóður. Nú, annað dæmi, það Arnarnesið. Það voru skráðir þarna á þessu svæði. Þetta eru 2 punktar þarna annars vegar, svona eins og eyja hann á milli gatna og síðan alveg upp við hús þarna á Arnarnesinu sjálfu. Og hún fannst á báðum þessu stöðum, í punktunum sjálfum og síðan og síðan var hún skráð þarna út á Arnarnesi á allnokkrum stöðum. Svæðið þarna á Arnarnesi, ég held að það sé allavega náttúruminjaskrá, þið leiðréttið mig ef þið viti betur. Þannig að þarna á hún mögulega öruggt skjól fyrir útþenslu byggðar en ekki endilega lúpínu, því að lúpína sækir þarna á. Það sem að punktur 22 sem þarna stóra eyjan í miðjunni, þarna var töluvert af toppum í þessum mólendisblettum en lúpína sækir á en kannski breytir það ekki miklu því að eftir því sem ég sá á aðalskipulagi Garðabæjar þá þarna gert ráð fyrir verslun- og þjónustusvæði. Þá spyr maður sig hvað gerir maður þá? Þannig að þetta veruleg ógn þarna við þá búsvæði hennar á þessum stað. Svo hérna rétt, nú fyrir við bráðum að nálgast lokin. Ég langaði bara rétt að sýna ykkur að því að ég tók það ekki með fyrst og fær ekki að rugla með þessa punkta sem var farið í. Að þá þarna nokkur nýleg dæmi þar sem hún hefur verið skráð í sambandi við verkefni sem hafa borist hingað inn á borð. Það annars vegar þarna upp á Vassendahæðinni, þar sem eru rauðir og bleikir punktar. Hún vex þar, sumstaðar bara þetta stakur toppur, sérstaklega í Kópavogslandi. Þar fyrirhuguð byggð og þannig að svæðina mun verulega draga úr því svæði sem hún hefur þarna til umráða. Hins vegar vil ég taka það fram að Kópavogsbær hefur alveg lagt sig fram að vera í sambandi við okkur og fá ráðleggingar hvort eiga að halda opnu svæðun innan byggðarinnar og svo framvegis. Sama gildir það sem rauðu punktarnir eru. Þetta framkvæmd sem var komin á áætlun og þetta þá 3. áfangi Arnarnesvegar og hún mjög útbreidd á því svæði. Þannig að, hvað á ég að segja, og vegagerðin hefur verið í sambandi líka að reyna þá að taka frá svæði til mér þegar framkvæmdir fara þannig að ef hún einhvers staðar rétt við framkvæmdarsvæði það sé hægt að verja hana með því að stúka af eða girða. Og síðan síðasta svæði sem ekki var komið á þar við álverið. Það var líka úr svona verkefni. Þar voru bæði í tengslu við Suðurnesjalínu fannst hún í verkefni þar
og svo vegna breikkun Reykjanesbrautar. Og ég leyfi mér nú bara að segja það að þarna alveg möguleiki að hún sé horfin, einhver af þessum punktum sé ekki lengur til staðar. Það var það nálagt brautinni að þó að maður væri með þessa ábendingu að fara með gát, þá þegar ég fer þarna fram hjá núna þá hefur eitthvað farið. Nú þarna líka golfvöllur sem að væntanlega hefur líka tekið sinnskerfa búsvæðinar á þessu svæði. Nú hérna rétt í lokin þá langaði mig bara eins og ég segi það væri hægt að tala mikið þetta og bæta við. Þarna var áherslan fyrst og fremst á þéttbýlistasvæði höfuðborgarinnar og eru hérna fleiri svæði. Það eru, að því ég sé Ásbrúnu líka hér í salnum, að við höfum merkt hana hér úti í Hrauni. Ég fór sjálf þar síðasta vor og fann hana ekki, en þar var hún merkt með GPS-punkti og þar hafa aðstæður í rauninni ekkert mikið breyst. Það ekki neinar ógnir þar sem ætti að steðja þannig þar. Við skrálum hana líka hinum megin við Reykjanesbrautina og þar fann, ef ég fer tilbaka eða ef þið viljið skoða betur, þar fann Vibke einmitt fjölmarga punkta þar til viðbótar. Og svo voru tiltölulega nýlegir punktar út í Gálgahrauni. Vibke fór líka, þó áherslan hafi verið þéttbýliskjarnan, þá fór hún líka í það sem var skráð lengra, meðal annars við nágrenni Helgafells. Þar hún einmitt í þessu svona sönduga svæði og upp í hlíðarnar í Móberginu. Svolítið aðeins annað búsvæði þó þetta sé mólendi og þá þetta aðeins öðruvísi búsvæði þarna. Og hún fann hana bara mjög víða til meðfram göngustíg þar. Og maður getur alveg spurt sig, og þetta sá ég líka upp á Vatnsendahæð, þannig að maður spyr sig líka, hún líka aðeins að berast með manninum? Á þess að ég ætla að fullyrða það, en bara spekulasjónir. Og hér hún bara Hnoðraholt í Kópavogi, þarna voru punktar sem eru hornin undir byggð, en svo þegar var farið lengra þá hún hérna í allþéttu graslendi. Þetta fyrst og fremst ilmreyr sem þarna, en hún þarna inn á milli. Þannig að hér líka meira grösur heldur, hún venjulega í. Síðan eru þetta Vatnsendahæð, eða Vatnsendahvarfi, og þarna það kannski ekki mjög sjáanlega hnullegar uppi, en þeir eru víða undir, þannig að þetta þetta dæmigerða svæði sem hún vex í, þetta rýra mólendi. En þarna ótrúlega mikið lúpína. Þannig að ef maður hugsar framkvæmdir versus lúpína, þá þarna Alaska lúpína klárlega aðalógnin. Eða það kannski breytir þá allavega ekki. Nú þetta við Hvaleyrarhraun. Þarna eru helstu ógnir við þetta búsvæði golfvöllur, og það víða, það líka við neðan við Hnoðraholti, það svæði þar sem hún hefur farið mjög líklega undir golfvöll. Og síðan breikkun Reykjanesbrautar. Og hér séum myndaðinni nokkuð vel þegar hún er ljósmóleit og með þessi beygðu strá sem heilsa manni. Þetta mynd sem Olga tók, hún hefur þarna eru nokkrar skráningar sem á eftir að taka betur til og koma inn í grunn. Olga Kolbrún Vilmundardóttir sem vinnur hér á Náttúrufræðistofnun hefur mikið tekið þátt undanfarið sumur, tekið þátt í ratleik Hafnarfjarðar, og það erum við alveg að tikka inn nokkuð, og þarna nú svolítið búsaldarlega Blátoppan þarna í tiltölulega gróskulegu graslendi og myndar alveg rák þarna á góða toppa. Hann virkar mjög heilbrigð þarna. Nú, ef ég aðeins tekið þetta bara saman, þá náttúrulega ljóst að hún finnst ennþá allnokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni. Hún hefur horfið náttúrulega á mjög mörgum stöðum, en þar getur maður líka náttúrulega sett hann varanagla á að spurningin það að hún finnist ekki punkti að hluta til vegna þess að þetta ónákvæmir punktar.
og hún hefur víða viðhaldist í nágrenni við þá fyrir skráningarstaði. Þannig að það segir manni kannski líka það að það er mikilvægt að þó maður gefið til kynna hún hafi ekki fundist að halda í þessa gömlu skráningarstaði því eru ákveðna vísbendingar. Enga síður er það ljóst að það er enn þrengta búsvæði hennar á suðvesturhorninu, bæði vegna útþenslu byggðar og framandi tegunda, ekki síst. Og þarna vil ég líka svolítið horfa til þéttra skógræktar sums staðar. Það er mikið í húfi að fyrirliggjandi gögn vaxtarstofu útbreiðslunnar sé áreiðanleg, þannig má draga úr hættu á að vaxtarstöðum hennar verði raskað. Nú nákvæm kortlagning gefur möguleika á skilgreina frá þar stæði þar sem hún finnst ekki lengur, þannig að maður getur svona einhverju lítið afgreitt á þó maður hafi alltaf varan á. Allavega þar sem að, eins og við hérna Klambratún og þar sem að þéttbýlisbyggð þar getur maður held ég nánast afgreitt að hún finnist þar ekki lengur. Og þannig að svo þá svona kannski hjálpar við ákvarðanatöku við framkvæmdir. Þegar svona verkefni hafa komið hérna inn á borð þá hefur einmitt töluvert verið rætt að við komum með einhverja hugmyndir mótvægisaðgerðir. Ég segi, jú, þetta þarf að gera það og það er alltaf líka svona spurningin hvernig á maður að segja bara nei, það verður ekki farið í þessa framkvæmd af því að þetta mun raska búsvæði eða fara yfir hana. Þar maður að taka kannski aðeins tillit til hvað er í nágrenninu, er mikið af henni eða ekki. Þarna er líka möguleiki þá að taka frá svæði eins og Kópavogsbær veit ég hefur gert upp á vatnsendahæð. Girða af vaxtarsvæði þegar framkvæmdir eru og þarna finnst mér að það er gjarnan talað þetta en kannski ekki alltaf fylgt eftir. Hér veit ég að það er þó verið að reyna að taka þetta fyrir til dæmis hérna upp á vatnsendahæð. Það hefur líka komið til tals flutningar sem er hægt að bara moka hana upp og selflytja þannig að hún sé á svæðinu en ekki bara akkúrat það sem að framkvæmdir eru. Nú hef ég ekki sjálf reynslu af því hvernig blátoppa plumar sig. Henni hefur þá verið safnað fyrir grasagarðinn og þar lifði hún held ég bara ágætlega. Einhver söfnunareintak frá 67 var ennþá held ég lifandi 2001 og svo var safnað 2004 held ég og hún var ennþá á lífi og var í svokölluðum vermeri 2006. Þetta eru upplýsingar úr fjölriti sem að Hörður stóð að. Þannig að þarna er alveg spurning hvort að maður vilji fara út í svona. Og ég myndi segja líka að þarna gætu framkvæmdaraðili komið á móti að stemma stigu við útbreiðslu framandi ágengra tegunda á fundastöðum eða sveitarfélög eða annað. Þannig að við vitum að þetta er oft það litli blettir og myndir þar sem að sko hérna lúpínan er komin inn í miðjan blett. Það gerist mjög hratt en það er eiginlega held ég alveg ófrjávíkjanlegt að þetta mun loka landinu og þar með búsvæði blátoppi. Að lokum vil ég bara þakka fyrir sérstaklega Vibke Linde sem kom inn í þetta verkefni svona dálítið óforvarendist. Þetta var ekki svona eins og maður segir, þetta var á dagskrá, þetta svo út af dagskrá og var svo tekið inn með þessum hætti. Pavel sem aðstofaði við að svona setja svolítið upp verkefnið og nálgast upplýsingar úr gagnagrunnum. Olga Kolbrún sem átti þarna eina mynd og hefur gefið mér upplýsingar þessar fundarstaði sem að hún hefur verið að finna í ratleiknum. Og Snorri Sigurðsson sem var með mér meðal annars á vatnsendahæð og hefur svona komið í því farveg þegar að berast hér umsagnir að koma þeim áfram í farveg þannig að það sé hægt að vinna að þessu. Þá þakka ég bara fyrir. Þakka kærlega fyrir Rannveig. Tíminn er náttúrulega að hlaupa frá okkur, klukkan er orðin 4 en ég verð nú samt að leyfa ykkur að fá tækifæri til að spyrja Rannveigu ef það er eitthvað sem að líkur á ykkur. Ég ætla að koma með mikrofóninn.
Já, Sigurður Þórðarsson heiti ég. Ég er Garðbæingur, er búinn að vera í 55 ár hérna í Garðabæ og fylgst með reitnum þarna þessum óbyggða reit í norðanverðu Arnarnesinu. Já. Það er alveg óbyggður reitur þar, það var komið mynd þarna. Þetta var bara mói, já, akkurat þarna þessi stóri. En nú er þetta að verða birkiskógur. Já, einmitt. Og hvernig, ég náði ekki alveg, hvernig þrýst hann í birkiskógi? Hún virðist, sko, erlendis eru allavega talað að hún finnist meðal annars í beikiskógum, sem þá til dæmis svona opnir. En, sko, Víbke fann hana á nokkru stöðum þar sem hún var innan birki og jafnvel nokkuð þétt birki. Þannig að ég skal ekki segja, en eins og segja, birkið er náttúrulega yfirleitt miklu opnara heldur en segjum svona miklu skógræktar reitir. En kannski bara svona lokin að þetta var mikið krívarp en það er allt horfið. Já. Þakkaði fyrir... Halló? Já, þakkaði fyrir, ég heiti Þorsteinn Tómasson og vann við kynbætur og grösum í gamla daga. Það er svolítið áhuga þegar ég sá þennan titil, hvað er blátoppa, ég slóði þessu upp í bókina hans Harðar, sko. Það voru bara 2 staðir hérna og svo fyrir austan. Og ég fór nú ekki í hann hérna að skoða, sko, hvort að þetta hafi verið eina af þeim tegundur sem komu eftir landnám samkvæmt Steindóri, sko. Ég veit ekki hvort þú getur svarað því, hvort að Steindór gerir því að hann kemst að því að það hefur verið 270 tegundur í landnám, nú þegar hann skrifar flóru sína þarna nr. 3, en þá var hún komin í 400 og eitthvað. Svo það er nú eiginlega fyrsta spurningin, veistu til þess að hún væri, sem sagt, er það maðurinn sem hefur flutt hann inn, sem er náttúrulega ágengasta tegundir sem við eigum völ á, það er maðurinn og búpinningurinn, og svona, og svo aðeins vegna sko mótvægisaðgerða, það er auðvitað áhugavert að hafa hana, ég sá nú reynda líka, hún er notuð sem garðplanta í Evrópu. Já. Og hérna, og á sínum tíma var ég í stjórn Garðyrkjufélagsins og þá var formaður Vilhjálmur Lúðvíksson og við vorum þá að fjalla listanum tegundir sem voru í útrýmingarhættu og komnar á þennan válista, sko, þá var hún ekki þar en meðal annars svo ágæta tegund giljaflækja sem var til þess að við fórum í björgunarleiðangur og aðalfundi Skógræktarfélags Íslands og tókum nokkra plöntur á hérna sem að voru þarna á fundarstaðar einmjölega og þá reyndist hún verða mjög ágeng þegar hún kom til Reykjavíkur og eftir Hafravatn og víðar og mjög duglega breið yfir sig og eykur mjög sko búsvæði býflugn og annað slíkt skona. Spurningin í framhald af því að þá skrifaði Garðyrkjufélagið þeim sem að bera ábyrgð á þessum válista og komið þá upp á stungu að Garðyrkjufélagið geti hjálpað til við að bjarga svona tegundum og áhugamenn gætu tekið að sér að dreifa tegundum í útrýmingarhættu. Hefur eitthvað gerst í þeim möguleika svona sem? Ekki mér vitanlega, en eins og segi, það hefur komið til hals við þessi verkefni sem ég nefndi hérna áðan, hvort það væri einmitt möguleiki eða ástæða til að taka torfur með henni og færa. Já, og eins og segi, og henni hefur náttúrulega líka verið safnað eintökum fyrir grasagarðana, þar sem hún hefur þrýfst. Ég var líka búin að sjá þetta að hún hefur verið notuð sem svona garðplanta víða. Og það er spurningin mitt hérna hvort að hún hafi, að því þeir tala hana hérna hjá Kew Garden, hana sem svona hérna innflutta á Kanaríeyjum, hvort hún hafi komið frá garðrækt þar, ég skal ekki það segja. Ég hef ekki farið í listana Steindórs varðandi það hvort hún komið hérna fyrir landnám, en hún allavega fyrst gráð í kringu 1750 í listum þar. Þannig að það er náttúrulega ekki eftir landamenn en það kannski segir ekki allar söguna eftir því sem ég skilst hvað til dæmis Pavel telur við hérna stofninn sem til dæmis við hérna fyrir austan að hafa mögulega borist með fuglum
Þannig að ég er ekki viss að hún hafi borist endilega með manninum en hérna ég þori ekki að fara með það, veist, bara að þessu leyti. En auðvitað getur maður alltaf, maður spyr sér stundum, maður getur alveg sett svona spurningu eða verið með vangaveltur yfir því þegar tegundi er svona hérna áberandi á suðvesturhorninu en ekki annars þar. Hvort að það sé eitthvað sem fylgir manninum. En hún er allavega það gömul í landinu og hún telst og hún er skilgreind hér samkvæmt að nótu checklist eða plöntur í talinu okkar sem innlend. Hún er komið með vegabréf og ekki bara sem ílend heldur bara talin innlend. Þannig að samkvæmt því, meira get ég ekki svarað. En svona. Þessi hugmynd sko hvort að því að það er mikið að breytast í íslenskri náttúru og hérna persónulega er ég á þeirri skoðun að við erum að flytja inn, vera nokkuð frjálslyndi að flytja inn flóru sko en annarra landa inn í okkar vistkerfi og hefur verið dugleg við að koma á slíkum innflutningi og fagna því og það var nú reyndar afstaða manna þegar maður var alast upp og meðal annars Steindórs, hann sagði bara ef að planta fjölga sig sjálf þá er hún íslensk sko ef hún er komin út í náttúruna. Og ein af ástæðum því að við erum með mikið af snortnum víðernum hérna á Íslandi er auðvitað búsettan og það að flóran hérna réði ekki við þessa búsettu. Og við sjáum ekki þessu snortnu víðerni sko í Skandinavíu, Norður-Rússlandi eða Alaska eins og við sjáum hér. Svo þetta er svona fjórði þátturinn í að skýra af hverju Ísland er svona í tötrum, gróðfarslega. Og hvað hefum við að gera í því? Ein leið er að flytja inn fleiri tegundir. En þannig að ég er alveg harður í þeirri afstöðu. En mér finnst að svona tegundir eins og þessi sem er svona áhugaverð líka, það væri allt í lagi að vera með áætlanir sko, sem að byggðust á því að safna þeim, það er svona fræ og koma upp einhverju flóttasvæði fyrir þær. Þetta er svona bara hugleiðing. Þakka þér kærlega fyrir áhugavert fyrirlest. Já, takk fyrir bara hérna þessar hugleiðingar. Ég líti ekki á þetta sem spurningu, þannig að bara ég læt það liggja í loftinu. Ekki annað en þetta, sko, hvort það sé einhverja hugleiðingar það að gera einhverja afgjörðir annað en að banna og stoppa og þú ráða. Við getum sennilega rætt þetta fram og tilbaka en tíminn er... Ég get bara rétt sagt eins og segi, það var allavega lögð áhersla að taka safnafræjum og ég vil eintökum fyrir grasagarana þarna á ákveðnu tímabili og ég held að það eigi bara ennþá við líka. Sé svona vísir að fræbanka þar. Það er ekki kannski fræbanka en að safna þessari fræjum og þá sérstaklega bálistategundum. Ég held að, takk fyrir þessar umræður, ég held við látum staðar numið en það er alltaf hægt að nálgast hana Rannveigu og ræða frekar við hana. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og þakka þér fyrir erindið. Takk fyrir.